svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Á flakki okkar frá Siglufirði til Bakkafjarðar í dag ætlum við að halda áfram að kynna okkur menningu og listir á svæðinu. Í síðasta þætti sáum við til dæmis hvernig húsnæði sem voru hætt að þjóna tilgangi sínum hafa fengið nýtt líf með ýmiss konar menningarstarfsemi. Þar má til dæmis nefna húsin í Listagilinu á Akureyri sem áður hýstu fjölbreytta iðnaðarstarfsemi. Alþýðuhúsið á Siglufirði sem Aðalheiður Eysteinsdóttir listakona nýtir nú sem vinnustofu og sýningarsal og Síldarverksmiðjun á Hjalteyri, svona svo eitthvað sé nefnt. Síðustu ár hafa einnig verið byggð hús sem kallast menningarhús. Þrátt fyrir að húsnæði sé einvörðungu yfirbygging fyrir menningu og listir hvers konar, þá skiptir það líka ákaflega miklu máli og getur orðið kveikjan að fjölbreyttri starfsemi. Menningarhúsið Hof á Akureyri hefur til dæmis haft mikil áhrif á menningarlíf bæjarins, en það hefur menningarhúsið Berg á Dalvík einnig gert. Greta Arngrímsdóttir hefur nýverið tekið við sem framkvæmdastjóri í Bergi. Ég náttúrulega svo sem enn að reyna átta mig bara á hlutverkinu, til hvers ætlast af húsinu og að mér, og ég held að hlutverki sé náttúrulega bara að við hjálpumst að, við sem búum í byggðarlaginu, að komi hugmyndir í húsið, hvað viljum við sjá, hvað viljum við gera, og við náttúrulega höfum mótast þannig að annars vegar þetta þessi tónlistarviðburðir sem eru mjög fjölbreyttir, alveg frá því að vera dúndurfréttir og upp í svona alveg bara sópransöngkonur Og svo hins vegar þetta að í húsinu erum við með nýja sýningu, myndlistasýningu hverju mánuði, sem náttúrulega alveg ótrúlega flott og þetta hellingsvinna í kringum, en þetta gefur samt lífinu gildi, að við getum farið bara hverju mánuði og séð eitthvað nýtt. En hvernig nýtingin á húsinu? Er það mikið nýtt eða mætti það vera meira? Já, þetta má það alltaf vera meira, en ég held að þetta sé nú bara nokkuð gott samt miðað við ekki stærra byggðarlag, En eftir því sem við getum haft bara fjölbreyttara úrvala af viðburðum, þá náttúrulega kemur fleira fólk. Þannig að það náttúrulega markmið að reyna alltaf að finna eitthvað nýtt, reyna að finna nýja markhóp og fleiri sem bara áhugaverða viðburði. Og við til dæmis daginn vorum með bíó bara fyrir litlu krakkana og það var bara gaman líka og þá voru til dæmis mömmurnar og pabbarnir, þeir sátu kannski bara á kaffihúsinu á meðan börnin voru að horfa á myndina. Þannig að það líka bara gaman að geta komið til móts við krakkana, litlu börnin. Þessi sýning þannig tilkomin að það vantaði bara óvænt í salinn sýningu því það þannig að salurinn upphantaður allt árið. En það datt þarna út, þannig að þá þurftum maður náttúrulega að hugsa hvað eigum að gera því ekki getur til salinn vera bara ónýttan í heilan mánuð, það ekkert gaman að því. Þannig að við ákváðum að senda bara ósk til íbúana hvort að einhver vildi lána okkur myndir og ákvæma svona skipnast inn á heimilin hjá fólki, bara fá myndir sem að það hangi lengi eða stutt, bara eitthvað, það sem fólk vildi lána okkur. Hérna ein. Já, mér finnst þetta skemmtileg. Af lömbum á ánni. Já. Hvað þessi er búin að vera upp á vegg hjá, Svanfríði og Jó? Svanfríði, bæjarstjórinn okkar á þessa mynd og hennar maður. Já. Og ég man nú ekki hvað hún er búin að lengi, 30 ár segja þau. Já. Og þessi vinur þeirra sem tók þessa mynd og hún var búin að hanga upp á vegg hjá þeim einhvern tíma. Þegar það kemur annar gestur og hann spottar strax út mörkin á Já, og spyr þau bara, býtu, hvað eru kindurnar hans, hvað starra í garði, það kemur upp á vegg hjá ykkur. Þau höfðu ekkert pælt í því hver hefði átt kindurnar. Það er mjög sveit. Já, en þarna fékk náttúrulega myndin ennþá meira gildi, því þarna voru þetta einhverja ákveðna kindur. Já, þegar ég var að labba þessa sýningu daginn, þá sá ég þessa, mér fannst hún eitthvað svo skemmtileg, Amma Jósa. Hún er næstum svona yfirnáttúrulega einhvern veginn, þetta ótrúlega flott og líka bara með horfir á klæðinaðina á konunni, þetta ekki eins og við myndum vera klædd í dag, kannski einhverstað lengst upp á fjalli. Og þegar við horfum yfir þá náttúrulega alveg einstaklega skemmtilegt að sjá Jóðer hann er náttúrulega trónur á toppnum eins og hver annar Dallasbúi á Dalvík. Já. En hvað, ég var að taka dæmi kannski eina enn, áður en að við skiljum sýninguna. Mér finnst þessi líka dálítið flott í horninu Þó hún láti nú kannski ekki mikið yfir sér, það var svona skemmtilega að saga á bakvið hana. Þetta er 5 ára stelpa sem teiknar hana fyrir þá 25 árum rúmlega, því hún En hún var búin að bíða svona lengi eftir systkini og færði mömmu sinni þessa mynd af fæðingardeildina þegar hún eignast bróðir þarna 5 ára gömul. Mér finnst eitthvað virkilega krúttlegt við þessa.
þá ég svo sem hef nú mikinn áhuga á listum yfir höfuð og kannski helst myndlist, en svo eftir ég kom hingað þá náttúrulega sér maður bara hvað við erum rosalega heppin, því hér að koma alveg sko ótrúlega flotti tónlistamenn líka með dagskrá í Berg sem við hefðum ekkert aðgang að ef við værum ekki við menningarhúsið. Það alveg að reyna sko. Listhúsið í Fjallabyggð staðsett í Ólafsfirði en þar ræður ríkjum Alice Loom sem áður starfaði í listagalleri í Hong Kong. Við kíktum í heimsókn til hennar og fræddum starfsemi listhúsins en þangað koma fjölmargir erlendir listamenn á hverju ári, dvelja í listamannaíbúðunum og einbeita sér að sköpun sinni. Hello. Hi. Nice to meet you. Gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig. I started a residency program. It's organized artists to stay here at least 1 month, and they will explore the nature. They try to work it out and exploration about their artwork, and bring the very good spirit go back home. Mm-hmm. And you have already had a lot of people here, right? Yeah, the first years we have around 26 artists from everywhere. And then last year is 33 and more artists stay for two months. Mm-hmm. And this year now, up to now, is already have 20 bookings. And it's still going on. But you had a gallery in Hong Kong. I have been working in the gallery 4 or 5 years. It's just organize exhibitions. So I have experience deal with the needs of artists. Mm-hmm. Yeah. Listhús is a multi-function art space. They have a 4-bedroom apartments, and we have 3 workshops, and have a 35 square meters gallery. But you are also an artist yourself. I very difficult to answer this question. I'm not a fine art artist, but I working on some art-related industry, like animation, video editing, video production, or book design, graphic design, something like that. But you have visitors now, an artist here from Holland. Yeah, from Holland and from Canada, and one from US composer. Yeah. I think I should meet at least one of them. Yeah, see sure. what they're doing. Sure. Það getur verið fróðlegt að sjá hvernig augum erlendir listamenn sjá íslensk sjávarþorp. Friður, gott andrúmsloft og stórfengleg náttúra er það sem listamenn úr stórborgum heimsins virðast sækjast í og meta mikils. Well, being an artist, it doesn't only involve art making, but also a lot of things like getting exhibitions and also making money with other jobs or all kind of distracting things. And sometimes I find myself in a place that I'm not making art anymore because I'm too busy with the things around it. And I wanted to go to a place that was remote, no distractions, and just keep on working all the time. And Ólafsfjörður is kind of remote, or in the north of Iceland. And Iceland is a beautiful country and it's super inspiring, so yeah. So how has the experience been for you? Is it good to... Yes, I loved it. It's nice that you can go back to the core of your of your practice and just focus on making. And when you go back, do you take something with you in your mind or as an artist? Yeah, I think I need to be more focused. Build in more time to do art, because I also found out that I need some time to fool around before I actually start producing. So I need more fooling around time, and build that in. Og frá Ólafsfirði yfir í hinn enda Fjallabyggðar, eða til Siglufjarðar. Árið 1980 gáfu hjónin Arngrímur Ingimundarson kaupmaður og kona hans Bergþóra Jóelsdóttir Siglufjarðarkaupstað stórt og vandað málverkasafn sem talið hefur verið eitt allra vandaðasta og fjölbreytilegasta listaverkasafn hér á landi og var stærsta listaverkasafn í eigu einstaklinga á Íslandi.
Listaverkagjöfin var 124 listaverk eftir okkar helstu listamenn og má þar til dæmis nefna Kjarval, Alfreð Flóka, Baltasar, Erró, Nínu Tryggva, Svavar Guðna, Jón Engilberts, Kristján Davíðs og fleiri. Auk þess eru nokkur verk eftir erlenda listamenn og fremstur í flokki þeirra er Salvador Dalí. Ég heyri áhugamönnum listir segja hreinlega að þetta sé eitt veglegasta listaverkasafn utan höfuðborgarsvæðisins. Það er ekkert smá. Nei, ég hef fengið alveg að heyra það. Verð að trúa því að svo sé. Já. Og það var nú það sem að kannski draumurinn snýrist að þetta yrði hreinlega grunnurinn að listaverkasafni kaupstaðarins og núna þá Fjallabyggðar. Já, akkurat. Er það eitthvað sem geti orðið að veruleika? Já, ég myndi nú alveg telja það. Við höfum kannski ekki alveg besta rýmið en það þarf ekki mikið til að gera þannig úr verki að það sé hægt að vera með sýningar. En þessi fjársjóður sem sagt hérna á bæjarskrifstofunum og finnur þið fyrir áhuga fyrir því að hefja þau svolítið upp til vegs og vanda? Já, sko, nú verð ég að játa að ég er nú bara búin að vera hérna 3 mánuði í starfi en ég heyri það nú svo sem alveg á samstarfsfólki mínu og hef séð í gögnum frá forvera mínum að það er alveg vilji til þess. Það verður væntanlega fróðlegt að fylgjast með því hvort að listasafn muni rísa í framtíðinni í Siglufirði með þessi verk. En við ætlum hins vegar að fara yfir til Húsavíkur. En út á Túni er menningarfélag sem er með aðsetur í verbúðunum þar á bæ. Að því standa einstaklingar sem hafa mikinn áhuga á fjölbreyttu og blómlegu menningarlífi. Já, við vinnum svolítið eftir ákveðin hugmyndafræði sem snýst ungmennalýðræði og þá erum við rauninni kannski frekar að styrkja ungmennin í að gera hlutina sjálf í staðinn fyrir að mata þeim. Og við erum þá hér algjörlega bara fyrir þau og með þeim, frekar en að þau séu hér fyrir okkur og við sem erum að segja þeim hvað þau eiga að gera. Og það sem við fáum út úr því er að þau sjálf krakkarnir, þau eru ánægðari, eða okkur finnst það, þau segja það við okkur, þau mæta betur og hlutirnir sem eru að gerast hérna inni, þeir eru alveg yndislegir því að þau koma hérna og þau eru sjálf með hugmyndir, þau eru svo stolt af því sem þau eru að gera og því sem eru að gerast hérna inni. Allt frá veggjónum sem við sjáum bara hérna í kringum okkur, þau hafa greinilega fengið frjálsar hendur hér. Algjörlega. Sumir segja alltaf frjálsar sko, en við vorum mjög ánægð þegar þau kom hérna. Það er virkilega ánægð. Þau fengu sjálf komið þá hugmynd að þau vildi fá aðeins skreyta í kringum sig því að hvítir veggir, þeir eru ekkert endilega skemmtilegast sem maður hefur. Það er svolítið sjúkrahúslegt. Það er svolítið sjúkrahúslegt. Þannig að þau fengu að skreyta hérna og voru hérna eina kvöldstund og hlutirnir sem sprutt hérna upp á 2-3 tímum, þeir voru ótrúlegir. Þetta er náttúrulega risa hús. Það eru held ég kringum 800 fermetrar og eins og sér þá þau fengu lausar hendur á fleiri stöðum en bara í setstofunni. Þannig að þau fengu að fara hérna alveg niður hérna ganginn og inn í bíósalinn þeirra. Svo sér það eru hérna 2 af mínum skærustu stjörnum. Það eru hérna að listamennir setja til listina á veggina. Hvað eru þið að gera, stelpur? Við erum að teikna broskall. Broskall, það er hægt að gera verri hluti á veggi. Og hérna heldum við áfram, það eru allir veggir náttúrulega eins og... Jú, þau fengu algjörlega frjálsar hendur, máttu bara gera það sem þið vildu, þar sem þið vildu, svo gott sem. Og hérna, ef við förum hérna inn, þá er hérna gamalt útvarp sem hefur verið svona í vinnslu og misöflugt. Útvarp tún. Áherslan verður á þeirra eigin upplifanir á einn samfélagi og þeirra eigin tjáningu. Þú sér, það er allt hérna í rúst ennþá. Þetta er bara útvarslegt. Já, tækin virka og það er það sem skiptir máli og þau geta, leggja sér í því. Útvarpssaga er í samstarfi við okkur. Já. Þannig að við sendum út á þeirra bylgjum. En þurfum það ekki að halda út eigin útvarpsneti eða öðru slíku. Sem er rosalega þægilegt fyrir okkur. Við erum mjög ánægð með það. Og svo ætlaði að fara að reyna eitthvað fyrir ykkur í kvikmynda? Jú, það er útvarpið náttúrulega er ekki bara hljóðvarp. Það er ekki bara að senda hljóð hérna. Heldur stefnum við líka á það að setja upp nokkuð gott klippistúdíó og hérna inni inn af dyrum sem hérna, þar er stór bílskúr sem við komum til með að láta krakkarna setja upp þeirra eigin kvikmynda upptökuver. Það sem að þau getur mála vegginn og sett upp þess að þau vilja. Ef þið fá tilvonandi að fá þau fjármagn til þess. Þannig að það er þeirra eigin sjón með það hvernig þau vilja framkvæma í þessu herbyggi, hvernig kvikmyndaver þau vilja koma upp. Það er á bara að verða þeirra val, algjörlega, og þau eru að byggja þetta upp sjálf. Það er hugmyndin við þetta allt saman.
Þannig að þau geti bara valið hugmyndirnar og kýlt á það. Já, algjörlega. Menningin tegir anga sína víða og í Eyjafjarðarsveit þá finnum við Freyvangsleikhúsið sem er eitt af afkastamestu áhugamanna leikhúsum á landinu. Starfsemi leikfélagsins má rekja aftur til ársins 1957 þegar fyrst var sýnt á sviði félagsheimilisins Freyvangs. Í kjölfarið var stofnað leikfélag Öngulsstaðahrepps sem síðar varð Freyvangsleikhúsið. Við sitjum hérna upp á sviði í Freyvangsleikhúsinu í Eyjafjarðarsveit og ætlum aðeins að fræðast starfsemina. Kannski byrjum á því að horfa aðeins tilbaka og segja okkur kannski bara frá því hvernig Freyvangsleikhúsið var til. Freyvangsleikhúsið á sér talsverða sögu sem í rauninni fylgir sögu hússins að miklu leyti. Fyrsta leiksýningi sem hér fer fram 1957 sem er byggingarár hússins og þá leika menn hér leikrið sem hét Ráðskona Bakkabræðra. Það er svo 1962 sem leikfélag Öngulsstaðahrepps er stofnað, sem er rauninni forveri Freyvangsleikhússins. Og það má segja svona með smá hléum þá er nærri því, það er frá 62 má segja að sé svona nokkuð virk leikstarfsemi hérna í húsinu. Hér hafa verið margar stórar sýningar og svo höfum við fengið svona í seinni tíð allavega 4 ferðir í Þjóðleikhúsið sem áhugaverðasta áhugaleikhússýning þess árs. Og fyrst var það Kvennaskólaævintýrið, þetta er Böðvar Guðmundsson. Og ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvaða ár þetta eru. Svo förum við síðar með bæði Vínland og Goðadalsvæk. Og í millitíðinni reyndar er leiksýning sem hét Velkomin í villta vestrið. Svo er nú kannski rétt að nefna sko, að 1990 þá sýnum við hér Jesus Christ Superstar sem var mikil og stór sýning á þeim tíma. Nú í seinni tíð höfum við aðeins verið að færa okkur örlítið yfir í barnaleikrit sem tíðkæðist ekki hér hjá Freyvangsleikhúsinu svona í fyrri tíð. Og við höfum verið með mjög stórar barnasýningar sko. Dýrin í Hálsaskógi, Kardamónbæinn og núna í vetur Emil í Kattholti. En það eru ansi mörg áhugaleikhús á bara hér á Norðurlandi. Hvað fylgist þið með því sem er að gerast annars staðar? Algjörlega. Og við erum í mjög góðu sambandi, samstarf kannski ekki mikið, en þó erum mjög svona greiðvikni hver við annan svona í lánum og öðru á búningum og tækjum og öðru slíku. En við höfum til dæmis átt mjög langt og farsælt samstarf með leikarlagi Hördæla. Svo náttúrulega eru hér áhugaleikhús út með firði, bæði út á Dalvík og út í Fjallabyggð. Og svo náttúrulega hafa verið á Akureyri, leikklúbburinn Saga og núna eru Grímurnar. Og þetta eru allt áhugaleiklúbbar sko. Herðu nú, Chester! Ég er ekki fullvissaður það, ég er ekki Chester. Sjáðu nú til, Chester! En ég er ekki Chester! Ekki það, nei. Hvað heitir þá? Segðu mér aðeins frá sýningunni sem þið eru að sýna hér í þessu forlátasetti hérna í húsinu. Já, þetta heitir Þorskur á þurru landi. Þetta er sérst farsi sem gerist árið 1958. Þetta er sérst eiginlega upphafið af Þorskastríðinu. Og
komið með svona ýmsar myndir inn á það en þetta misskilningur. Svona eins og góðum farsa ber. Já, nákvæmlega. Og hverjir eru nú að taka þátt í þessari sýningu? Fólk allstaðar að eða mest úr sveitinni eða? Nei, það er mest frá Akureyri sem að taka þátt í þessu núna. Ég sé einn úr sveitinni. Hvað svoleiðis? Tveir, já. En hvernig það? Hvers vegna tekur fólk þátt í svona sýningu? Þetta óbúðslega gefandi. Þetta er mjög gaman, þetta skapandi, maður að fara út fyrir sinn þægindaráma oft. Þetta er félagskapurinn, þetta er bara koma sér upp nýjum tækifærum að kynnast fólki og... Kannski hlæja svolítið? Já, fyrir utan það. Þetta er reyndar allir tilfinningaskalinn, ég held ekki bara að hlæja, ég held að sé allir pakkin í tilfinningaskallanum. Áhugamanna leikfélögin á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru ákaflega mörg og þar eru þetta bæði leikið en ekki síður sungið. Kórastarf á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar er einnig mjög öflugt og eru að minnstakosti 24 kórar með yfir 700 manns starfandi á svæðinu. Kórarnir eru fjölbreyttir, kirkjukórar, kórar eldri borgara, blandaðir kórar, karlakórar og kvennakórar. Í safnaðarheimilinu í Akureyrarkirkju æfir kór sem hefur vakið mikla athygli síðustu ár, en hann kallast Hymnodía. Má segja að þetta sé svona fjölbragða kór. Við allavega vorum með svona hálfgerða fjölbragða glímu alla síðustu má segja. Vorum að syngja alls konar verk og spila allt í nú, ég kom nú nýr í kórinn í haust og ég hef lent í meiri hremmingum hér heldur en nokkuð tíma annars staðar. Þurfti að spila á öll hugsanlega hljóðfæri og syngja ýmsar raddir, garga og veina og hvað eina sko. En Hymnodía sé ekki svoleiðis, kannski það. Jú, maður er mitt alltaf að fara út fyrir kassan. Maður hélt kannski að maður væri fyrir svona syngja eftir nótum aðallega svoleiðis, en það er nú aldeilis alltaf verið að krefja mann að gera eitthvað nýtt og alls konar skrítin eða óvanaleg verkefni, ekki svona kannski þess myndi vona. Og þegar ég labbaði inn áðan þá heyrði ég að hann kom með einhverja risa Bach-bók og sagði nú eru þið að fara að læra heima. Já. Er þetta bara þannig? Já, við erum að koma alltaf vel undirbúin á æfingar. Þetta er ekki svona, kannski eins og maður hefur vanist aðeins að það sé farið í hverja rödd alltaf vel og nú förum við í tenorinn og hann er þrælspilaður fram og aftur. Heldur fáum við bara efni heim og gerum okkur besta við að ná því. En hvaða verkefni hafið þið verið í kannski að undanförnu til dæmis á þessu ári eða því síðasta? Já, eins og síðasta ári þá var nú ansi fjölbreytt. Við til dæmis fórum við nú í við byrjuðum reyndar árið í febrúar að taka upp jólaplötu sem kom út núna fyrir síðastliðin jól. Síðan í júní þá héldum við 10 tónleika í 10 kirkjum á 10 klukkstundum í Eyjafirði. Það var ótrúlega skemmtilegt. Stukkum við rútur út úr einni kirkjunu og inn í næstu bara og rokið milli og fallegum sólardegi, það var mjög skemmtilegt. Svo sungum við með skálmöld í Hörpu og fyrir, ég man ekki, 3.500 manns og svo jólatónleikar og svo þetta fjölbragða, þetta sem hann vísaði til sem það voru svona alls konar þjóðlög og það sem við vorum bæði að spila og syngja og svona spinna þetta mikið sjálf. En þið vöktu mikla athygli þegar að Hymnodía fór með stjórnarskrána, var það ekki? Fóruðu. Við mistum því miður að því bæði, ekki byrjuð á. En ég hins vegar satt heima að myndi að horfa á sjónvarpið og dáðist mikið að þessu fólki. En skemmti mig vel yfir því samt mér fannst fyndið hvað fólk gat orðið æst á Facebook og svona, yfir hvað þetta væri eiginlega. Mér fannst það frábært. Forseti Íslands skal vera þjóðkjörinn. Kjörningur til forseta fyrir 35 ára gamall maður sem fullnægir skilyrðum kosningaréttar til Alþingis að fráskildur búsetuskilyrðinu. En við ætlum að plata ykkur til þess að taka lag. Hvaða lag ætlum við að heyra? Það finnst, er það ekki?
Já. Já. Þetta er hérna, við ákvæðum semst að þegar við vorum að syngja lög fram í mörgum löndum og vorum að reyna að finna svolítið margt og byrjuðum á þessu finnska lagi sem er reyndar 7 erindi, byrjuðum að fá Kati Saarinen til að hjálpa okkur að læra þetta. Svo það þannig að eftir því sem að líður lengra á lagið eiginlega hraðir verður textinn og var eiginlega orðið alveg, það var rosa erfitt fyrst en eiginlega orðið óyfirstíganlegt þegar að leið á. Þannig að Hannes, sem er algjör snillingur í textagerð, sem er með okkur í kór, hann bjóð til texta við seinni hlutann af laginu á íslensku það hvað þetta væri nú erfitt að syngja á finnsku. Þessi text alveg frábær, mjög skemmtilegur. Eins og fleiri eftir hann, sem er svo heppinn. Við erum með svona heyrðskáld.